Jæja, velkomin til leiks. Ég mættur aftur, Ingvar Þór Jónasson, og í þessari kennslustund ætlum við að læra svolítið betur taktík og hvernig best að finna taktík í skák. Ég ætla að bjóða upp á svona algoritma eða leið til að finna taktík í skák. Nú, hvað taktík? Taktík svona stuttar aðgerðir, nokkru leikir sem yfirleitt þvinga fram einhvers konar ávinning, yfirleitt liðsvinning eða þá einhvers konar stöðulega viðbrigði. Og þetta nú mikilvægasti hluti skákarinnar, og margir sem segja að skák sé jafnvel 99% taktík eða tactics á enskunni. Og já, það þetta mótmála því. Þú vinnur ekki skák á þess að framkvæma einhverja taktík, og þetta mikilvægasti hluti skákarinnar. En já, ég ætla að fara yfir nokkur atriði tengt þessu og svona leið til að finna oft bestu leikina í stöðu og í þrautum, og það náttúrulega helst í hendur og ef þú ert að leysa þrautir þá ertu betri að finna leiki í skákunum. Og ég ætla að sjá svona hvernig mér tekst til með tíman. Ég með ákveðin dæmi sem ég ætla að fara yfir, og ef við hefum náðan tíma þá ætla ég að reyna að leysa líka svona dæmi sem ég fæ bara sem ég ekki sé áður, þannig að vonandi getur við séð þá svona algoritman svona, já, in action, svo við slettum. En ok, hér erum við stöðu, hvítur á leik. Það sem ég vil að þið gerið alltaf í skák og þegar þið eru að leysa dæmi, og fyrir reyndir að skák, menn þá verður þetta meira svona í undirmeðvitundinni. Þú svona, þú eiginlega svona tekkar á þessu á nokkru sekúndum, eða þú ert orðinn það góður að þú veist hvort þú þarft að tekka á þessu. En í öllum stöðum þar sem það einhvers konar spenna, þá hægt að fara yfir svona ákveðin checklista ef þú heldur þessi taktík í stöðinni. Og það að skoða alla leiki, alla þvingaða leiki. Og það ótrúlega hvað þetta mun skilja miklum árangri. Þessi þvinguleikir eru númer 1, skák. Það ekkert þvingara í skák heldur en að skáka. Að því að skákar á kónginn, að þá yfirleitt verður hann að hreyfa kónginn, bera fyrir, eða drepa mannin sem að sagði skák. Ok, þetta svona númer 1 á listanum hjá okkur. Númer 2 eru dráp. Í stöðunni getur þú drepið eitthvað sem meira virði eða þvingar eitthvað. Og síðasta að hóta einhverju. Og að hóta einhverju felst yfirleitt í því felst yfirleitt að einhver maður sem minna virði heldur en svo sem að hóta þannig að anstæðingur fara að bregðast við. Og tengt þessu, númer 3, að það var mjög fræg skammstöfun sem kom frá miklu meistara sem kallaður John Nunn, sem á enskunni LPDO, sem stendur fyrir Loose Pieces Drop Off. Og það rosalegt þannig, og ég mun koma með svona eitt frægt dæmi fljótlega til að sýna þetta, að svona oft þegar við erum búin að fara við skáki, búin að fara yfir dráp, og við förum í hótanir, að það hjálpar okkur rosalega að greina það hvaða menn í stöðunni hjá anstæðinum eru ekki valdaðir, bara loose pieces, óvaldaði menn. Óvaldaði menn falla. Takk eftir því. En ok, skoðum þessa stöðu og reynum að fara eftir þessum algoritma okkar, skák, dráp og hóta, og reynum fyrst að greina bara núna hvaða skákir eru í stöðunni. Og við skoðum allt, en því betri svo verður, því fljótari ertu að taka út leikinn sem skiptir engu máli. Drottning G3 skák, dreipið, skiptir engu máli, það ekkert að gerast. Drottning G6 skák, dreipið peri, það ekkert að gerast. Við skoðum þetta, en þetta tekur, því betri svo verður, því minni tíma tekur það, og þú veist hvað þú þarft að skoða og hvað þú þarft ekki að skoða. Ok, rittir F6, það bara dreipur, það gerist ekki neitt. En drottning dreipur hér, hvað með það? Ok, leiðum að þarf að drepa með hrók, hann drepa með rittara, við drepa með hrók, þá kemur rittari skák. Svo bara leika þessu til að sýna þetta.
þótt að við viljum auðvitað reyna að leysa dæmin án þess að reyða menna. En það getur þessu kongurinn hér, það munir eitthvað rosalega litlu að sé eitthvað á stöðunni, en það ekkert. Og náttúrulega hann dreymir riddara, þá náttúrulega fyrir ekki, þá leikum við hér, við erum ekki að drepa G7. Þannig að munir rosalega litlu að við getum dreipið hér. Ok, svo það annað að oft þegar maður líka fer að skoða þessar þvinguleiðir, þá getur það hjálpa manni að sjá eitthvað. Þú ferð aðeins inn í eitt tré, sérð eitthvað hugmynd þar og það getur hjálpað þér svona að finna eitthvað annað. Ok, við erum búin að skoða skákinar og það virðist ekkert svona ganga upp þar. En drápin, það er nú eiginlega engin dráp. Við getum drepið hérna G7, en það virðist nú ekki hjálpa okkur mikið. Hann drepið til þess með rók og ekkert hefur gest. Þá erum við komin í númer 3, hótanir. Hvernig getum við hótað einhverju stöðinni? Og það er eiginlega sama hversu fáránlegt það af því að það geti hjálpa. Ok, við getum hótað riddarinum, hótað róknum, en þetta er alltaf skák líka, þannig að við erum búin að skoða þetta, gengur ekki upp. Við getum leikið drottning B3, hótað biskupnum. Og já, yfirleitt eru hótanir á menn sem eru hærri rankar, fleiri stig, en ef þeir eru óvaldaðir, þá náttúrulega er það sterk hótun. Drottning B3 var í hótun, en ok, hann bregst bara við henni og valda biskupin, þannig að kannski gerir sig ekki mikið. Hvaða hótanir eru fleiri stöðinni? Við getum sett á drottninguna. Það virkar nú eitthvað fáránlegt, eða hvað? En svo höldum við áfram. Þetta er sterk hótun. Ef drottningi fer eitthvað, býtum við, það missir valdu F7. Ef hann drepur, hvað núna? Við byrjum aftur á skák, dráp, hótanir. Skoðum alla þingu í leikina. Og getur þinguleikir hrókur hann verður að drepa þetta. Nú fyrir við aftur í þinguleikir hannar. Drottningdreipur er langmest þingaða leikurinn. Hann verður að drepa, sem að drepa með hrók. Við leikum aftur í þingaðasta leiknum og það er skák, númer 1 á listanum. Og skák, númer 1 á listanum. Riddari valda þennan, hann fyrir út í horn. Glæsilegt mát. Drottningi valdar ekki lengur. Og þetta bara var að því við skoðum þinguleikina. Nú svona rétt til að sýna þetta sem ég talaði tengt hótunum. Það sem ég kallaði óvalda menn falla, loose pieces drop off. Ég hef oft notað mjög frægaskák til að sýna það. Og bara fara hratt yfir hana. Hvít er Larry, vinnu minn. Nei, hann er ekki vinnu minn, hann liggur við. Larry Kristjansen. Og svartur er Anatoli Karpov, sem var svo mikið sem 12. heimsmeistarinn í skák. Eftir biskup E3 þá leik hann biskup D6 með hugmyndinu að ná einhvers konar valdi á svörtureitum. En við töluðum að þegar við förum í þriðja leiðin, við erum búin að fara yfir skák og dráp, og í þessari stöðu þá var engar skákir, við erum engar skák og við erum ekki dráp nema þetta sem að við erum nanosekund að sjá að gera ekki neitt. Þannig að ok, ef við ættum að leika skák, við skoðum aðeins nummer 3, hótanir, getum við hótað ykkur? Ef við getum ekki hótað neinu, þá bara leikum við eðlilegan leik, kannski biskup E2 og hrókasó, eitthvað svoleiðis. En getum við hótað ykkur? Ok, til að sjá það, hverju getum við hótað? Og það er oft gott að finna óvöldu mennina. Og hvað er óvalda hjá svörtum? Biskup D6 og riddari H5. Ok, getum við sett á það? Ójá. Karpov minnst á því, og það er á þannig að þegar maður leika mönnum aftur á bak, þaðan sem þú var að koma, að menn missa því, og Karpov misti af drottning D1 sem að setur á riddaran og biskupin, og Kasparov gafst upp. Fyrir ekki Karpov, við skulum ekki vera að smyrja Kasparov, smyrja ykkur ósannundum á Kasparov, og við skulum þessi stað spóla áfram í mögulega aðeins erfiðari dæmi.
og ég hvet ykkur hróku C8 var leikið hérna af Timman á móti Kasparov og ég hvet ykkur til að íta pásu og reyna að lesa þetta. Ef ekki, þið getur líka haldið áfram af því að við komum að dæmunum sem ég sett inn fyrr í dag. Það var mörg dæmi sem það gotur list sem við munum kíkja yfir núna eftir með þessar aðferð. En já, ok, þeir sem að íta pásu, nú ætla ég að fara yfir þetta. Kasparov með hvít. Það jafnt á liði. Og við byrjum kannski að skoða þinguleikina, skákinnar. Við eigum ykkur skákir, skák hér. Við erum svona ekki gera mikið, skák hér. Ekki heldur, hann getur drepið og þá er náttúrulega bara onni hér, þannig að það er bara afleikur. Ok, drápin okkar fáranlegt, þannig að eigum engin dráp. En hótanir. Hvaða menn eru óvaldaðir? Þeir eru fáir, en líka menn sem standa illa. Svona óvaldaðir að standa illa. Þessi er í drafim, hann stendur ekki vel. Og Kasparov líka ansi skemmtilegur leik hérna. Og hann fellur undir lið nummer 3. Við erum búin að fara í skákir, engin dráp. En hvaða hótanir eigum við? Hvaða hótanir eigum við í stöðunni? Það er ekki margar, kannski B4 setja rittara. Hvað gerist þá? Rittarinn getur mögulega að fara B3 en það er líka annað í stöðunni að þessi leikur hann hrókur D8 og svolítið lúmskur af því að til dæmis ef við drefum hér þá er þetta onni og við drefum hérna þá gætu við lent í vandræðum að mögulega að því að við drefum hér og við höfum ekki tíma til að drefa hér út af biskup H2, þyngaðleikur dróningi fellur. B4 gengur ekki en leikur þessi Kasparov leik var og fellur undir lið nummer 3 hjá okkur sem er hótun, þannig að við skoðum hótanir og það er ekki margar eftir, við sáum B4 en hvað með þessa hótun, hrókur E5 hóta drottningunni kannski fáralegt, en svo sjáum við fljótlega að biskup dreifur og kemur í D7 skák og drottning af ok, hvert er drottningin, hún á enga góða reyti ef hún fyrir hér við dreifur rittarann þannig að þessi leikur ég nánast vann skákina og Timman afriði að gefa drottninguna, hann drap hérna skák á E7 Kasparov drap hér kom einhver millileikur ef hann hefði drepið hér þá kemur þetta drepið E5 en það sem ég fannst eiginlega fallegast við þetta dæmi er að eftir þessa leiki hérna biskup D3, rittari drepið D3 og hrókur drepið D3 að það kom inn taktíkinni viðbót þetta var allt svona mjög þynga leikjaræðir og í lokin þá kemur nummer 1 á listanum skák og það er jafnframt nummer 3 á listanum hótun og óvalda maður fellur loose pieces drop off þetta fannst mér mjög gott dæmi ég held að við bara vindum okkur ég er með nokkuð dæmi viðbót en ég held að það mun taka okkur alveg duglegan tíma að fara yfir æfingarnar þannig að við skulum bara fara beint í þær svo þetta verður ekki langt ég svona reyna að hafa þetta ekki lengur en hálftíma því að það er bara svona nútíma svona attention span svona athyglisbesturinn hann tekur við eftir hálftíman ok, við ætlum að þetta var æfing nummer 1 og svart var hérna leika rittari B7 og við skoðum þinguleikina skák, dráp, hótanir hvaða skákir eigum við það er bara ein skák það er drottningur F7 dráp F7 líka, hrókur F7 hrókur D7 rittari dreifur á fellur drottningin hann hefur ekki sleppt því en við hvort við skoðum fyrst drápið fyrst skákina ok, það er mjög þingandi kongur út í hotna máltöfið þannig að hann dreif með hrók við förum aftur í listan skák, hvaða skák hefur við skák á E8 mjög þingandi, hann getur bara borið hrókin aftur fyrir við heldum áfram eigum við skákir, já við getum drepið hérna hrókur E8 dreifur F8
bara einn leikur, kóngudrupur F8. Við förum aftur í listan okkar, skák, já, við hefum skákinu á E8. Hei, það er mát. Stundum þetta svona einfalt, sérstaklega ef maður er að leysa taktík. En þetta er mjög hjálplegt í rosalega mörgum stöðum. Og þetta er alveg þvinga. Það er ekkert að ræða það frekar. Ok, við skulum fara í númer 2. Copy game. Svartu leikina hérna skelfilega leik auðvitað D6 og við eigum leik. Við erum 2 peðum undir en kóngurinn er smá klípu og já, áður en lengri haldið, áður en við förum að greina ykkur á menn sem er óvaldaðir, til dæmis riddarinn, til dæmis hrókurinn, þá byrjum við eftir á listanum, skák. Hvað skákir eigum við? Við eigum biskup F4 skák. Það tekur okkur lítinn tíma að sjá að svartur drepur og okkur var ekkert ágengt. Við eigum líka hrókur H4 skák. Og já, það tekur okkur lítinn tíma að sjá að hann drepur hér, þá eigum við aðra skák á F4 sem í vestafalli vinnur hrókin. En ef við höldum áfram, hvað getur kóngurinn farið? Það getur ekki farið hér út af biskunum, það verður að fara hér. Og við förum aftur í listan okkar, þvingaði leikir, skák, jú, biskup G2, skákamát. Við fundum þetta auðvitað, biskup H3 og dreifu mát. Þannig að þetta er aða leiðin og við mátum. Æfing nummer 3. Tiltölulega létt, sérstaklega fyrir þá sem kannast við mátstefið sem að kemur fram í þessu. En hvítur á leik, jafnt á liði, svartur var að drepa hér. Og ef við förum í þvinguleikin okkar. Hvað skákir eigum við? Við eigum eina skák. Hendum við henn út, svartur drepur. Ef við ykkur aðra skák, já, við eigum aðra skák. Og ekki tók þetta langan tíma. Þetta er svo kallar bótensmát, hrókur og riddari loka útgönguleik kóngsins og biskuparnir vinna hérna frábælega saman til að klára mátið. Nokkuð léttulega gott. Númer 4. Skulum flippa þessu borði. Úps, þetta ætla ég ekki að gera. Ég ætla að flippa borðinu svona. Góður minn. Hvítur leik hinum óendanlega gráðaleik riddari drepur A8. Sem að, já, þýðir að svartur á leik og við erum fljóta að sjá að við erum töluverðu liði undir. 3 léttir menn að báða búa en við erum hrók og drottning undir. Þannig að við verðum að gera eitthvað svona frekar já, kröftugt. Og hvað viljum við skoða? Við viljum skoða skákir. Hvaða skákir eigum við? Einu skákirna sem við eigum eru fráskákir með hróknum. Færum hrókin, þá er skák með biskupnum. Ok, það eru 3 slíkar að skoða. 1, 2 og 3. Við getum hent þessum hérna út úr gluggann. Af því að þó þessi skák og þó við vinnum drottninguna, þá erum við alltaf miklu liði undir og fyrir utan það, þá getur hvítur bara drepið biskupin. Þannig að skákina sem við skoðum eru hrókudrepið hér og hrókudrepið hér. Byrjum að drepa F1, það lítur svona skemmtilega út. Hrókudrepið F1, við skulum reyna að gera þetta í huganum. Tvískák. Alltaf, og það er mikilvægt, þannig að drottningin getur ekki drepið af því að það er tvískák. Bæði hrókur og biskupskáka. Þannig að þegar tvískák er bara hægt að hreyfa kóngin. Hrókudrepur F1, kóngur D2. Og nú þurfum við eitthvað meira. Getum við skáka hér? Nei, hrókur valda það. Það gengur ekki. Við þurfum eitthvað skák. Við getum skáka hér með riddara.
munir kóngurinn hér. En þá kemur til álykta að því að hvítir þessu miklu liði yfir fyrir hann að drepa bara á F3 með drottningu og reyna að vinna á liðsaflanum. Það verður hrók yfir ef ég er að telja rétt. Þannig að það verðist ekki ganga. Og ef ekkert gengur þá verður það bara tapað. Þannig að það sem er eftir að skáka hér. Skiptir það einhverju máli. Ok, nú þarf kóngurinn að fara hér. Og það er sama, við erum eiginlega þvingu til að halda áfram að skáka. Getum við skáka hér. Þetta er skák. En drottningin drefur. Og ekki nóg gott. Ok. Prófum þá skákina hér. Við höldum áfram listanum. Skák, dráp, hóta. Og hérna erum við það miklu undir að við verðum eiginlega að leita að skák sem endar vel. Annarkvort í að finna rosalega mikið lið eða mátar. Og við færum ekki út í svona stöðunum að vera búin að greina akkurat þetta. Í þessu tilviki þá er náttúrulega leik hvítur alveg skelfilegu leik, þannig að þetta er ólíklegt að koma upp í skák hjá rosalega góðum skákmönnum. En hvað er það? Skák hérna, kóngur hér, skák hér, kóngurinn á F2 og við erum að halda áfram, við erum að skáka og einlega til að skáka. Já, með góðu móti er að færa hennar riddara, en hvert? Það rennur fráskák og já, við rennum við leikina, þá er fljótt að sjá að kóngurinn kemst hér út, þannig að fráskák hér með riddara stoppa kóngin í að koma út og það kemur á daginn að hann á enga riti. Þannig að við skulum fara í þessa línu, hún gengur upp, það er smá svindla, ég vissi það, þannig að riddara F skák, engi ritir, riddara vallar þetta, biskupin vallar þetta með X-ray, þessi hér, þessi vallar hennan og þessi hér. Þannig einleikurinn er hér og við mótum. Nokkuð laglegt. Áfram gakk, þetta var æfing 4, 5. staðan. Og við þurfum að snúa aftur við og alltaf skal líta þetta. Svartur leikina hennum gríðalega glata leik Bishop H3. Ég veit ekki gott að vera eld ykkur peð þegar þú ert, já, 2 mönnum yfir og hvítur er að reyna allt sem að getur til að sækja á þig. En nú þurfum við að skoða þvinguleikina og hvað dettur okkur í hug. Listin okkar, skák, dráp, hótanir. Hvernig erum við það miklu liðið undir að já, skák eða hótanir, skák eða dráp og jafnvel hótanir, reyndar, þurfum að vera mjög kröftugt til að eitthvað gangi upp. Skákin hér, nei, þetta er bara auðskipti og við erum 2 mönnum undir. Skák hér, hann ber fyrir og það vantar einhverja menn hérna í kringum kóngin og drottningin er ekkert að fara að gera neitt eins, sko. Við skáki hér, ok, ef svartur veit jafntefli þá getur hann farið hér. Hann getur jafnvel bara riddara fyrir líka, en jú, hann getur það líka bara búið fyrir hérna og það er ekkert í gangi hérna. Dreifum hér. Þetta gengur ekki, ok. Skákinu gangi ekki, en hvað með dráp? Dráp hér. Dreifum hann ekki bara með biskup. Ekkert að gera, jafnvel með drottningu líka. Ok, þetta er ekki í gangi, þetta er ekki að gera sig. Drottning dreifur, nanosekunda, ekkert að gerast, fáránlegt. En dráp hér, hvað gerist? Jú, hann dreifur tilbaka. Þingaði leikir, skák, breytti engum með þessa skák hér. Breytti engum með þetta dráp. En hótanir. Rókur ég aftur aðeins sterk hótun. Hótun drottningu og drottningi fer þá fyrir valdið að C7 þar sem mátið er. Þannig að þetta gengur upp. Við drefum hér, drefum tilbaka og leggjum hér og já, við vinnum lið. Reyndar hvað gerist það að vera hér? Já, á þreipu og hrókurinn á hann. Já, þannig að við vinnum lið.
Mjög gott. Næsta æfing hjá okkur númer 6. Og já, æfingar, ég átti ykkur æfingar eftir að hérna, fara yfir. Ég ætla bara að gera það í sérvídeói svolítið. Ok, hérna svarturleik, hvítu var að leika drónin D2 og þessi svona, þetta er fín æfing. Við erum skipt undir, við höfum peð reyndar upp í, en við erum að vinna skiptamenn tilbaka. Og nú þurfum við að horfa á þvinguleikina. Byrjum að skákunum. Við getum dreipið hér með biskup eða dróningu. Nokkuð svipa, af því að við erum eiginlega þvingað til að gera eitthvað í kjölfarið. Dróningin dreipur og dreipum aftur og dreipur hrókur. Ok, segjum það. Við erum búin að taka tvisvar hérna á D4, það komið hrókur á D4. Eigum eitthvað þar, hrókur hér, setur á biskupin. Þá getur hann dreipið hér, þvingaða leikur, og ef við tökum biskupin þá er borða okkar veikt. Þannig að það verðist ekki duga. Hvað eigum við meira þvingað? Búum með skákinnar. Hvað með drápin? Dráp hér, hann dreipir hérna. Ok, ef við hendum þessu ekki út á haugana þá þurfum við að finna þvingaðan leik. Við getum dreipið hér, en það er samastað á áðan. Hvað er annað þvingað? Jú, nummer 3, hótun, leika hér, setja biskupin. Biskupin fer eitthvað. Getum við hótað eitthvað? Jú, við getum leikið hrókinga og við konum með hótun. Við erum ekki viðkvæmir í borðinu og þetta er lausnin. Drónin dreipur D2, hrókur dreipur D2, hérna hótun. Hann hefur ekki tíma til að valda því þá er þessi bróni. Hann hefur ekki tíma til að afleppa því þá tökum við hrókin og svo biskupin. Og ef biskupin færi sig, segjum hér, þá fyrir við hér. Engar áhyggjur í borðinu, við vinnum þennan og erum mann yfir. Ok, ætlum að fara svona nokkuð hrætt yfir sögu hérna til að hafa þetta ekki of langt. En nokkur að fara yfir allir stæmi. Líka að vídeóin verður löng, það verður stór og það tekur langa tíma að uppfæra þau. Það viljum við ekki heldur. Ok, hvítuleik F5. Hvaða leiki koma til greina? Eigum við einhverja skákir? Nei, það er engin lega skákungin. Eigum við einhverju dráp? Já. Við getum dreipið hér með 3 mönnum. Við getum dreipið hér. Við erum nokkuð fljótt að sjá að það gerist ekki neitt hér. Hérna, önnur skák. Fyrir tilbaka, það vantar menn í sóknina. Það gengur ekki. Þetta er bara svona tilfinning sem mann byggja upp. Getum dreipið með dróningu. Það er mjög freistandi því að við setjum á þennan og hóttum máti. En það kemur að daginn að hann getur dreipið hér. Þvingandi leikur, við dreifum tilbaka, hóttum ennþá máti út á rópin. En já, er það nú enda sterkt? Það getur verið sterkt. Er það lausnin? Dránin dreifur E5, biskup dreifur G4, hátur dreifur G4. Þá sjáum við, hann getur ekki G3, hann loka línunni og ekkert frekar. Þetta var samt freistandi, hann kannski geymið þetta svona bak við eirað og komum aftur í þennan. Hvaða fleiri dráp eigum við? Jú, eitthvað svona, það er ekki með þvingandi, höfum það bak við eirað. Hér, ok, þvingandi, dróningur að drepa. Höldum áfram, þvingandi leikir. Mest þvingandi leikurinn er drepa. Dróningin drepur, þá leikum við skák, nei, dráp, nei, hótun, já, biskup hér, dróning af. Og þetta er lausnin. Við vinnum mann hérna, rittar þetta með D4 af því að hann getur ekki dreipið svona út af þessu. Allt þvingandi leikir og allt svona, við tæmum fyrst, það er alltaf þannig, við tæmum fyrst eftir dreipið og svo kolli. Auðvitað er ekki alltaf lausn, en þetta hjálpar okkur að finna lausnina ef hún er til. Ef hún er ekki til, þá leikum við bara ekki leik.
þessi staða einhver eflaust sé þessu stöðu. Svartur leikarinn drottningdöpur E5. Hvítt hafði Roman Djindashvili, frægur stórmeistari frá Georgíu sem flutti til Bandaríkjanna. Ok, hvað í gangi? Jú, herðu, það er onni hérna, en þá þessi onni. Það skiptir ekki máli þóttu byrjum á að drepa hér, hrókudreipur. Ef drepa D7 þá onni á E3. Ok. Í hraðaskákum myndi kannski margir bara leika hér og málið dautt. En ef við förum í listan okkar, byrjum á skákum. Eigum við einhverja skákir? Já, við meina skák. Gerir hún eitthvað? Kóngudreifur. Það var allt hérna gaffall. Spork. Þetta hann D7 setur á drottninguna og kóngin. En hann dreif með hrók. Drottningin óvölduð. Þannig að hérna þurftu ekki að fara neðar á listan af því að fyrsti leikurinn skák, hann gerir allt sem gera þurfti. Ef kóngudreifur þá kemur skákin og vinnur drottninguna, og ef hrókudreifur þá missir svartur valdið á drottningunni. Sértilis prýðilegt. Og við skulum taka síðasta dæmið. Ég var með nokkuð dæmið viðbót en tíminn er svona að fara frá okkur. Svartur leikina drottning C8 sem var afleikur, hvítur að leik. Það er jafnt á liði. Nei, það er ekki jafnt á liði. Það vantar tilfinningar hrók í hvítstöðuna. Þannig að ef við byrjum á að skoða skák hér, þá kemur að daginn að hreyfi sig og við ætlum að vinna lið. Þá erum við ennþá liðið undir. Ok. Þetta er besta sem við höfum samt hingað til. Höfum við dráp, engin dráp í stöðunni, en hótanir. Getum við hótað einhverju? Við getum hótað bæði liði og einhverju sterkara, og við getum reynda að gera það bæði í einu. Og það er að gera skoða hótanir þótt að séu fárlegar, því að ef það breytist eitthvað stöðunni þá getur það skipt máli. Og hérna biskut B7, sterk hótun, hóta drottningunni. Það þarf að bregðast við. Og já, ef þú bregst við þá ertu vandræðum út af drottning H7. Þannig að þessi hótun opnaði fyrir aðra hótun. Og ef svartur dreifur, já, ef hann bregst ekki við þá tapar drottningunni, en ef hann bregst við þá var hann mát í einu leik. Þetta var svona kynning á þessum þvinguðu leikum. Förum yfir aftur, það er skák, dráp og hóta. Og munum þegar við erum að hóta að reyna eftir fremsta megni að leita að mönnum sem eru óvaldaðir. Skulum kannski enda þetta á léttu dæmi hótanir og að óvaldaðir menn falla. Það er mjög einfalt dæmi. Stutt og laggott, og það kemur hér. Skulum horfa á þetta frá svörtum. Þetta er byrjanagildra, móttekið drottningabræð, C6, oft höfum við að leika B5 og haldi í peði. Hérna leikur svartur biskup E6 og valda peðið. Þá er mér freistandi að setja hann að biskup, af því að já, ef hann reyfur sér hér þá er þetta að leika E4. Ef hann fer eitthvað annað, hann dreipur við hér. En það kemur á daginn að óvaldaði menn falla. Og við þurfum bara, við eigum leik, þetta er skák. Hvert fyrir á listan? Við þurfum í 1 skákir. Og þá kemur í ljós að það saminar hótanir og óvaldaði maður fellur. 2 hótun og óvaldaði maður fellur. Þannig að já, eins og ég segi, smá svona kynning á taktík og svona leið til að nota þvingaða
leiki til að hjálpa þér að finna lausnir bæði í þrautum og skák af því að þrautir hjálpa þér að undirbúa fyrir aðstæður sem koma upp í alvöru skákum. Þannig að ég hvet sem flesta til að vera duglega í sótkvíðinni eða sjálfskipuðu sótkvíðinni að leysa taktískar æfingar. Það er tilvæg að gera það til dæmis á chess.com. Ýmsar leiðir hægt að taka einföldi dæmi, bara eitt dæmi í einu. Það er líka hægt að taka þetta svo kallega puzzle rush, puzzle battle, ýmsar leiðir til að bæta sig í taktíkinni sem er einn mikilvægasti hluti skákarinnar. En já, við segjum þetta gott í bili og sjáumst vonandi sem fyrst. Ég minni fenn á PTS-skjölunum, þá skil ég eftir netfangi mitt, þannig að ef þið eru með eitthvað uppástungur, ykkur að skemmtilega skákir sem vilja skoða sögulegar, ykkar eigin til að fá bara endurgjöf, gagnrýni og það sem vel er gert eða eitthvað annað, þá endilega bara að láta mig vita. See ykkur síðar. Bless.